Skarphéðinn, já, lýstu aðeins þessu jöfnumarki? Já, ég veit ekki hvað ég get sagt sko. Ég vissi ekkert hvað ég var að pæla. Ég fór hann inn hægra megin sko. Við vorum að plana hérna 7 og 6 og Reynir átti að fara í árás bara. Átti bara að fara í svona, áttum að fara í frekar opið færi sko. Endan einhvern veginn á því að fara í virkilega þröngt færi hérna hægra megin og já, það er eiginlega bara algjör mildi að þetta hafi farið inn hann í endan sko. Þetta var ekki fast skot. Nei, ekki fast sko. Það var svona smá hérna svona utaverði snúningur hérna. Ég vissum að þessi markmaður hefur aldrei séð svona tækni áður. En sætt var það. Já, mjög sætt, mjög sætt. Svo þegar Ísak verið hérna í endan sko, það er algjörlega kirsuberið á kökuna sko. Þetta tvent á síðustu sekúndum. Já, þetta er rosa stórt egobúst fyrir framhaldið sko. Já, það lítur að vera vegna þess að vinna þetta upp vegna þess að vinna upp þennan mun sem þau voru orðnir undir 4 mörkum og 5-6 mínútur eftir. Já, ég bara er ekki frá því að það hafi verið komið í 5-6 mörk sko. Þetta var svona svipað og í Svíaleiknum sko. Það voru konur helviti langt undir og greinilega lært eitthvað af því þar sem við náum að vinna okkur tilbaka sko núna. Eitthvað annað en í hinum leiknum, þannig að gott að sjá erum búin að læra aðeins af því sko. Já, frábært hugarfar svona á lokakafla. Mjög sterkt að ná allan í stíið og við virðum það. Já, það gefur ákveðna möguleika ef að réttið spilað úr næsta leik til dæmis. Já, það gefur bara mjög mikla möguleika sko. Bara næsta leikur við Austurríki, hann er gríðarlega mikilvægur. Þannig að við þurfum bara að mæta rétt stiltir í hann og sjá svo hvernig fer með framhaldið.